Hello besties! Hello besties. Og gleðilega miðvikudag. It's my favorite day. Favorite day. Oh my god, á morgun fimmtudagur. Við erum með We Got News. Yep. We Got News. Ef þið eru ekki ennþá búin að sjá það á samfélagsmiðlunum okkar, þá eru við komnar með nýjan seðil á tapas. Já. En það er aftur 4.500 kall. Jeps. 3 réttir. Jeps. Og við erum núna, við breytum honum aðeins. Við ætlum að gera eitthvað smá nýtt. Við erum með réttur 1, túnfiskur með ponsu, gochujang sósu, piklaður í vassmjölinu, avokadómauki og steiktu vermicelli. Það vantar líka, það er líka jalapeno. Ó, já, það var rétt. Nei, sko, þessi réttur. Þetta er bara besti réttur sem ég hef smakkað. Speechless. In my life. Svo erum við með kjúklingalundinar, góðu. Það er náttúrulega klikka ekki. Það er ógeðslega góðar. Með blómkálskúskús, furnutum, blómkálsmauki og aioli. Mixti kjúklingar sem ég fæ. Vá, hvað það var gott. Já. Og svo erum við með nýja nautalund sem hefur aldrei verið til á tapasmönnum. Bara gert fyrir okkur hérna. Nautalund tapas steak fritas. Þannig að við erum að tala um naut, svona kartöflu franska vibes og bernaise. Og bernaise baby, naut og berni. Jöm. Naut og berni fyrir sko, ég elska alla seðlana sem við erum búin að vera með og tres og tapas svona. Þetta er held ég besti seðlun okkur so far. Ég verð að viðurkenna, ég elska alla, en þetta er besti, klálega, þetta er toppurinn. Já, þetta er toppurinn, sko. Þú veist, og við erum ekki að segja þetta bara svona því að eitthvað, nei, sko, við vorum að smakka hann, við fórum og gerðum okkur best í dag daginn og smökkuðum seðilinn. Við vorum allar í áfalli hvað það var gott. Og eitt sem við smökkuðum líka, besta líf. Ég veit það. Eitt sem við gerðum fyrir ykkur, elsku besties, er tepo sangarían. Takk. Stór glæsilegasta sangaríja sem ég smakkað. Oh my god. Sorry, það er allar góðar tapas, skilur. Nei, þessi er best. Vá, hún er langt best. Þessi er best. Hún er gett aesthetic and pink. Já, með rósavíni. Já. Hún er svo góð. Hún er svona, it's giving bleikt bragð. Já. Rósavín og strawberries og... Bara, hún er hættuleg. Hún er hættulega góð. Þið verður bara að fara að tapas núna í júni. Já. Á 50 dögum. Alltaf 50. 4.500 kall. Og muna þið þurfa að byrja um það. Já, þið þurfa að segja, ég ætla að fá tepo seðilinn. Þið þekkið þetta alveg. Þetta er bara fyrir ykkur. Þetta er ekki eitthvað svona auglýst eða þannig, þetta er bara it's for you guys. Já, it's for you guys only. Þannig já, þið verðið að kíkja á 50 dögum. Já, maður, ég ætla að fara nokkra 50 dagi hérna í júni. Já, ég mun sakna þess að fara því ég missa öllum júni. Ég veit það. Ég skal fara fyrir þínu hönd, sko. Já. Ángrist, ég verð að fá þessa... Þetta eftir, já. Anyways, ég geti talað um það í svona 5 ár. Hvað, líka því ég söng núna. Það var ekki eðlilega mikið í það. En það er ekki 5 dagar núna. Nei. Þannig að ég ætla ekki að fara í dag. Nei. Þannig að ég ætla að fara... Hvert ætlar þú? Í Hagkaup. Já. Og ég ætla að ná mér í ískalda Coca-Cola. Já. Zero. Það verður það. Nei, kannski bara Coke Zero í dag. Já. Út af... Þú veist, ég er bara svona yfir daginn. Já, yfir daginn, svona, þú veist, þetta er ekki svona hádegismat bráðum. Já. Þannig að þú veist, mættilega eina Coke Zero með hádegismat. Þá má alveg vera smá koffín, sko. Já, klálega. Sko ég meina. Ég elskar gott koffín, sko. Og svo ætla ég að fá mér eitthvað að borða líka úr Hagkaup, sko. Ég elskar bara salatbarinn. Já, elskar salatbarinn. Gæti gert það. Já, bara, nei, alveg, ég fór daginn og bara svona, langar bara eitthvað clean og holt, skilurðu. Og ég setti bara kjúkling og egg og þú veist, kottasælu og eitthvað skilu ég var bara svona, þetta var svona perfect, bara svona millimál. Honestly, gæti þetta svo mikið. Kostaði bara ekki neitt, sko. Vá. Að ég var bara með, ég var ekki með mikið að þetta var millimál, en ég var bara svona, mér langar bara eitthvað geðið holt millimál. Já. Mæli með. Ég ætli þetta. Já, það var góð prísa á þessu, sko, með hvað ég var að fá, sko. Akkurat. All the protein. Svo ætli ég að grípa með mér ballerína líka. Já, sjálfsög. Taka bara með fyrir eftir, Best. Þannig, já. Þetta verður góð dagur, en þetta er líka búin að vera mjög skemmtilegur morgun hjá okkur, við byrjum daginn mega snemma. Við erum að taka þetta upp á laugardegi, sko. Þetta er hérna, hvað, hvernig komum við 9 leitið? Já, eitthvað svolítið, sko. Það var alveg, já, við með alls konar skemmtilegan gest hérna sem við tókum í skemmtilegt bara markaðspjall, hann Unnufríðu. Sko
Ok. Við erum útskýraðið þáttinn. Við erum aðeins að útskýra þáttinn áður þið haldið að við séum eitthvað farðan í hausnum. Já. Sko, máli eins og ef þið kannski heyrið, þá gæti svona mækarnir okkar að pikka upp smá svona partíhljóð. Já, það smá partí hérna við hliðina á, sko. Það nefnilega smá partí hérna við hliðina á sem við erum búin að gefa grænt leyfi á og þau eru að partíast inn á skrifstofuna okkar. Allt í góð, við elskum það. En sem sagt, Anna Fríða sem sagt framkvæmdastjóri markaðsviðs hjá Nóa Sirius, en hún svona algjör marketing girly og búin að vera bara í markasmálum ótrúlega lengi og þegar maður hugsar ungum aldri. Já, og þegar maður hugsar einhvern veginn svona íslenska markastjóra, þú veist, þau eru ekkert ofta eitthvað gett sýnilega kannski. Sýnilega, publika, þannig þá hugsa ég Önnu Fríðu. Hún alveg svona, að því hún ekki bara, ég held að það sem gerir Önnu Fríðu líka svona geggja að þetta ekki bara einhver snillingur í markaðsmálum sem mitt búin að vera í þessu frá því hún var ung, þetta líka bara gasæt gæla, sko. Já, bara algjör skvísa, sko. Já, algjör skvísa, þannig að I love that og hún svona, já, hún mjög stór í þessu markaðsheimi, þannig að það ógeðslega gaman að fá að taka bara spjall við hana bara það, bara hvernig hún þingjandi og hvernig eitthvað svona. Hins vegar, við höfum eflaust alltaf einhvern mann þurft að heyri hérna á endanum. En vinkonahópurinn hennar heyrði í okkur og kom með þessa brilljant hugmynd hvernig væri að fá Önnu Fríðu í viðtal sem enda svo á að við erum að fara að gæsa hana. Það var svona surprise til að lokka hana eitthvað. Já, og við bara, heyrðu, okkur er alltaf langt að tala um Önnu Fríðu, þannig að þetta kjörið tækifæri. B, þú gleymir ekki fyrstu gæsuninni. Fyrstu gæsuninni? Sumir gifta svo oft, ég ekki segja það sjálf Fríða, en ég vil ekki segja einu að því að sumir kannski eru gæsuninniðinni, já. Þú gleymir ekki gæsuninniðinni og að við verðum partur af ykkur sem þú gleymir aldrei geðveikt. Það ógeðslega gaman. Það aldrei verið stiðið okkur þetta, sko. Nei, við bara, veistu, já. Og við heyrum náttúrulega bara Önnu Fríðu og sögðum henni náttúrulega bara já, við þurfum að taka upp frekar snemma, við þurfum að taka upp mikið, sem við erum að fara erlendis og svona. Við þurfum að taka mikið fram í tíman og þetta bara eini tíminn 9:30 þegar það sögðu við okkur, vinkonur hennar bara 9:30 og bara hvernig fokkanum ég að fá hana klukkan 9:30 og lauga þetta, síðlaust. Hvernig það eins og það sé eitthvað líkt okkur, sko, en ok, sendum á hana, hún var bara mega til og svo var alltaf svona plotti, hvernig eigum við að tilkynna henni síðan að þetta sé, þú veist, basically gæsun. Þannig að hugmyndin spratt upp að vinkonur hennar senda okkur spurningar í endan sem við þykjumst sem séu spurningar frá ykkur, kæru hlustendur. Svona smá við báðum með mjög óþægilega spurningar. Já, og hann við svona, ok, ætlum að biðja bara svona þannig og þegar svona leiða lokum að viðtalinu þá þær alltaf búin að fela sig hérna frammi fyrir utan stúdíóið og við byrjum að spyrja hana þessar óþægilegu spurningar og þið verður bara að hlusta til þess að heyra en hvað mér leið illa ég vil bara taka fram og bara elsku Anna Fríða og eitthvað sem hún hugsa að hlusta bara we love you þetta eru spurningar frá þínum vinkonum ég ennþá bara með svona ég með samviskupið að þetta var ekki alvöru núna ég veit en ég með samviskupið ennþá við vorum að bulla þú veist, við vorum að segja að verið slúðsa hana það tala enginn um þig Anna Fríða ég hef aldrei heyrt neitt um þig sko. þú veist, þannig að það er ekki slæmt alls ekki slæmt alls ekki þessa líka sögur sem ég bjóð til nei, þannig að við viljum bara hafa þá kristaltæru við erum ekki að missa vita en í endan og bara fara að leggja bara elsku konuna í einelti þetta var allt samkvæmt plani já, þetta var gert til þess að láta hann alveg throw her off já og we're so sorry en þetta var ógeðslega skemmtilegt marketingspjall áður já, mjög gott sjúklega skemmtilegt þannig að þú veist, maður bara, já það bara, en þú veist, en svo kemur þetta í endan bara, já hún hann að gæsu ekki gleyma því svo eftir, þú veist, klukkutíma að við vorum að fara að vera leiðilegir í endan já, alveg, eins leiðilegar, ég var shaking ég líka en svo bara komu þar inn og the rest is history áður en við kvöttum Önnu Fríðu hún er náttúrulega ennþá hinum við erum búin að láta hann hafa nokkur stikur af happy hydrate já, af því að she's gonna need that oh, for today, she's going to need that við fengum að sjá planið hennar og svo á dag framundan geggjaður dag við erum góður ég var alltaf verið svona ekki gæsa mig á Íslandi ég líka en ég sá þetta plan já, bara veistu honestly, þið með ef gæsi mig á Íslandi og ætla að gera svona vel take me já, þú veist, þetta er gott plan það er ekki verið að tróða niður ykkur ljótt tjúlpils og láta hann hlaupa niður laugin nei, og geðist bara búin að láta hann að pakka já þetta var svona, ég er bara svona I'm taking hérna notes já, það var svo fyndi hún alltaf þegar hún kemur til okkar þá er hann bara ég held alltaf að sé fyrir að gæsa mig já. út af það er búin að láta hann að pakka og eitthvað og við varum bara fuck ég var næst í að vera bara, þú veist ég var bara, hvað gerum við? Er hann á grunda? Já en samt ég veit ekki alveg
Nei, við vorum bara, það? Já, bara en hvernig á maður bara gæsa? Já, við vorum bara, what? Ég held að við hefum playað þetta cool. Já. Þannig ég held að það sé ógeðslega erfitt að vera þessi með brúðkaupplani. Ég væri örugglega alltaf on edge bara, eða væri bara að bjóða mér í bíó eða þú veist bara, ég væri bara, já, erum við að fara að tapa svo einmitt, hvar er allt krúið? Já. Sé hvað örugglega erfitt. Ógeðslega erfitt. Ég hef aldrei verið, þú veist, óleið heldur með baby shower. That's so funny. Jesus Christ. Gaman. En bara já. Ég var bara smá jealous að sjá það að hafa, þú veist, það er að vera svo geggjaðan dag. Ég líka. Má ég vera með, please? Mér langaði smá að vera bara, með. Já, mér líka. Já, alveg sko, þetta var. Ég hef aldrei farið í gæsun. Ekki heldur. Nei. It's my dream. Já, en ykkur að, þú veist, gifta sig. Please. Please. Nei, en bara, grab yourself some besties og tune in. Because it's a good one. Já, þetta er geggjað þáttur. Þannig að, já, ekki bara bjóða hana velkomna. Ég held að. Gjör svo vel. Anna Fríða, velkomin í teboðið. Takk fyrir. Gott að fá þig. Já, mjög gott að fá þig. Gaman að við byrjum daginn svona snemma saman, fyrir maður sé yfir stórumálin. Akkurat. En fyrir kannski þá sem að þekkið ekki, velkomin Anna Fríða. Hver er Anna Fríða? Hvað ert að gera? Hvaðan kemurðu? Akkurat, ég er 36 ára núna, nýorðin það og ég vinn sem framkvæmdastjóri markaðsviðs hjá Nóa Sirius og er búin að vera í markaðsmálum núna í 13 ári eitthvað og fætt og uppalinn í 101 en býr núna í Fossvoginum með fjölskyldunum minni. Já, 101, hvað varstu í Vesturbæjarskóla, Melaskóla? Austurbæjarskóla, já, ok. Og hvað menntaskóla varstu í? Vestló. Makes sense. Hvað svo? Hvað tók svo við? Herðu, síðan var ég búin að vera að horfa rosalega mikið á lögfræðiþætti, alveg með bíl, fór í lögfræði. Já, 1 ár þar. Hugsaði síðan að hér myndi þetta, þarna væri bara, þetta er ekki fyrir mig og það er svolítið skemmtileg saga að besta vinkonu mín, hún var alltaf með allt á hreinu og hún skráði sig í viðskiptafræði og ég var bara búin að borga námið í háskólanum til að halda áfram visseilega, ekki að fara í lögfræði og var búin að fara í alls konar svona persónuleika próf, þú veist, hjá starfsráðgjafa þannig og það var alltaf sagt, já, þú ætti að fara í verða leikona, fara í félagsfræði og ég bara var ekki að tengja neitt við það, sko. Þannig að hún, bara besta vinkun mín var að fara í viðskiptafræði og ég bara, ég fer bara með henni í það. Svo mæti ég fyrsta daginn og það held ég rekstrarhagfræði eða bókfærsla eða eitthvað fyrsti tíminn. Það er erfitt að byrja þar. Já, og ég hefði verið þetta málabraut í Vestló sem ekki lengur til þannig að ég var kannski ekkit eitthvað allt of best í því að diffra og þannig ég bara styrkleika mín lága annar staðar þannig ég mun aldrei gleyma því ég sat á fyrsta degi bara hvað er ég nú búin að koma mér út í en hélt áfram og fann það bara rætt, þú veist, hvar mínir styrkleika lágu og það var bara rúslega gaman það bara hlusta sjálfa sig og bara læra. Og þessi HÍ, sagður HÍ? Já, HÍ. Já. Og ég bara nákvæmlega sömu upplifun með viðskiptafræðina í HÍ, sko. Bara byrja í ykkur ekstra. Já, ég bara í háskóla bíóinu, skilurðu, ég bara, hvernig á ég að læra í bíó? Já. Bara, ég var í bara sama, það var nákvæmlega sama. Já, og svo en svo fann maður það líka fljótt, þú veist, því sem leið á námið því meiri svona breyttir áslur maður farið í, þú veist, í tímum og þannig og þá fann maður bara, hérna líðum við, hérna tengi ég meira við og hér eru styrkleika mínir og það ekki bestur í öllu, sko. Nei, nákvæmlega, það er ekki. Annars þarf ekki. Nei. En var mikið verið að kenna markaðssetningu þá í, þú veist, HÍ? Í HÍ, já. Þú gast valið? Já, ég var ég var á markaðsfræðibraut þá og þannig að þú veist, tímanum mínir voru svolítið svona, markaðsfræði drifnir, Það er ekki ennþá komin bara sér braut í háskólan sem er bara Nei, ekki BS. Nei. Bara í masternum. Já. Ég held að það sé eitthvað markas og alþjóðviðskipti eða eitthvað í minni, eitthvað þannig. Já. Það vörumerkjastjórnun eða markaðsfræði, allavega kannski var meira þegar ég var
eitthvað setna Já, gæti verið sko og svo fór ég svo daginn og hélt fyrirlestur upp í HÍ hjá sem sagt, það var rosalega vænt það var ég sett í uppáhaldstímanum mínum hjá leiðbeinendanum mínum sem ég þótt alltaf svo ótrúlega vænt og það var svona pínu full circle moment að vera komin og hún eitthvað þú varst það hér og nú ert í eitthvað svona moment sem var rosalega skemmtilegt og bara gaman að koma aftur því þú veist, það er líka bara svo magna og svo mikil kraftur í nemyndunum, þú veist, það voru öllum svo merkilega spurningar og bara margar góða pælingar, það var alveg æðislegt sko. Og veitu, og þú nú klárar HÍ og þú klárar viðskiptafræðibraut og hvað gerir þú svo? Herðu, síðan ég á lokaárinu mínu í viðskiptafræði og ég er að fara að byrja það og þá sé ég auglýsingu fyrir markaðsfulltrúa hjá Dominos og ég sem að mér herði þetta nú eitthvað svolítið skemmtilegt og var búin að leita mér alls konar störfum en var sem þáttu 1 ár eftir og var líka, þú veist, held ég að vera formaður skemmtinefndar eða ég var eitthvað svona í félagslífinu líka og annað og sæki sem sagt og fæ þá vinnu. Kemur síðan á daginn að Dominos var í sameiginlegu eignarhaldi með Joe & Juice og var að fara að opna Joe & Juice á Íslandi. Þannig að það var ótrúlega gaman. Það fékk ég að taka þátt í að koma með rótgrófarmerki sem er Dominos sem var mikill uppsveiflu og mikill uppleið. Þarna var appið tiltölulega nýkomið og þú veist, þetta er bara svona, já, en 581-345 var ennþá langvinnsælt símanúmer allir tíma, þetta er svona tími síðan sko. Og en á sama tíma líka fá að kynna þú veist nýtt vörumerki sem er þekkt erlendis en nýtt vörumerki fyrir Íslendinga með allt eru markup, allt eru áherslur þannig að svona ég fekk þetta alveg brjálæslega mikill skóli og þetta var einhver 50% staða en auðvitað held ég þetta hafi verið 100% staða en það var ótrúlega skemmtilegt og ég endaði á því að skrifa BS-getnum mína tengda vinnunni og þannig og náði einhvern veginn að jökla þessu og síðan urðu bara mannabreitingar innan fyrirtækisins og mjög boðin staða markastjóra Dominos þarna bara beint eftir útskrift. Hvað sem gömul þá? 23. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Það er crazy. Já, það var alveg mjög falið bara mikið traust og það var ég var bara verið þeim ævinlega þakklátt fyrir það var þarna, við vorum alltaf líka það var bara ég og þáverandi markastjóri þannig að við vorum líka bara lítið teymi en auðvitað var ég alltaf bara líka námi og annað en mér var falið bara rosalega mikið traust sem ég bara er aftur ævinlega þakklátt en það var líka bara skýrt gefið fram bara gerðu frekar 1000 mistök heldur en að reyna alltaf að hafa allt bara perfekt því þú veist það er bara þannig nýjútskriður vilt ekki klúðra neinu og þetta ég svona bjó með þetta rosalega lengi og býja að þessu ennþá í raun og veru og þetta var bara brjálæslega mikill skóli. Já, ég trúi því maður. Þessi líka bara 23 ára markastjóri, það er rosa. Og líka bara ekki og hjá Dominos. Já, þetta er alveg hella merki. A brand. Þetta er alveg brand. Þú veist, hvað varstu svona að gera þarna 23 ára? Þú veist, bara hvernig litur dagarnir út? Oh god, einmitt. Bara, sko, þetta er náttúrulega... Já, ég menna, sko, við vorum rosalega lítið teymi. Ég var bara ein með markasmálin, þannig að ég fekk víðtæka reynslu af bara öllum önglum rauninni markaðsfræðinar þannig að suma daga var ég þú veist á tökustað þar sem vorum að taka vörumyndir stundum var ég að senda út póstlista þú veist samfélagsmiðla þarna var Twitter og stórt þannig ég var stundum að svara því þannig að það er allt bara sem við tengdist markaðssetningunni ég satt líka í framkvæmdastjórn félagsins þannig ég var líka að taka þannig að þátt bara í reksturinnum og var í vöruþróun þannig ég var líka svona að fá svona víðtæka reynslu bara því læra bara inn á bara hvað viðskiptavinirinn vildu læra inn á vörumerkju uppbyggingu vann rosalega náð með auglýsingastofu sem vorum hérna í góðum samskiptum við í hugmyndavinnu með þeim og annað sko. Þannig að, en ég held að það líka hafi verið styrkurinn okkar, við vorum rosalega öflugt teymi og vorum rosalega lítil og þétt. Þannig að við vorum öll að sigla í sömu átt sem bara skiptir rosalega mjög máli. Wow, crazy. Líka gott að þú veist, það svona bæði kostur og gallar verið svo litlu teymi, kosturinn er að þú fækst bara að pröfa örugglega hvert einasta hlutverk. Já, það var þannig. Það var inni bara,
út af því ég var bara ein, þannig að ef að ég gerði það ekki, þá gerði það enginn. En það er ekki í dag, að það var bara, ég hef verið í þessu öllu, ég hef sem samfélagsmiðla, ég hef verið að svara, ég hef verið í þessu, ég hef verið í vörumyndunum, þróunum, þetta er... Algjörlega, og hann að maður býr auðvitað að því, en auðvitað þarf maður náttúrulega bara á, í þessum geiri, þú þarft svolítið að viðhalda þér, og þú þarft að, út af því, ég menna, tækninni fleytir áfram, og það sem virkaði einu sinni virkaði kannski ekki núna, en samt að mörgu leyti býrði rosalega að þessari reynslu. En ég var líka bara mjög óhrædd og ég hafði bara mjög trú á mér og fekk auðvitað líka, bara eins og ég áður sagði, stuðning til þess að gera það og þetta var algjört ævintýri. Ég meina við tókum þátt í fjölda rís og stórar herferðir sem við vorum með, við náðum öllum sölu, svona KPI sem við settum okkur og vorum með, ég meina, já, þannig að ég held að við hefum bara gert rosalega margt gott og ég bara veit það, sko. Þannig að á tímabili var, ef ég fer með rétt mál, var Dominos í Skeifunni stærsta búð per capita í heiminum. Það var eitthvað svona þannig. Já, og gott ef hann það ekki ennþá, sko, en þetta var rosalega skemmtilegu tími. Já, vá, þetta er geðveikt. Bara því að svo mikið af viðskiptavinnum í lítilli búð eða... Já, ég held að hvort það hafi verið með við veltu. Já, ok. Þannig að ég ekki farið með rámtmál, en já, og þetta var bara ótrúlega líka bara gaman að taka þátt í vöruþróuninni. Við vorum mjög kvik að geta, snúið við vorum mjög bara gagnadrifin sem var, þá ekki neitt allt og sjálfsagt og maður býr mjög mikið að því, þannig að við getum brugðist hratt við ef við sáum eitthvað trend var að fara niður eða upp eða þannig og já, og bara getum fylgst með því sem var að gerast og já, eins og bara á þessum tíma var veganismi í mikil uppsveiflu þannig að við sáum strax að við vildum hlúa að þeim markhóp og alls konar, þetta var mikið ævintýri. Já, og bara já, tókum þátt, mikið af markasvelunum og alls konar skemmtilegt. Hérna, að þú varst svo unga, ég verið að spyrja, fannst þig eitthvað fyrir, að því, þannig að þú bara líka bara mæta og fylgta fundum út allt og þú bara ert að reppa Dominos-skilu og ert svona ung. Fannst þig eitthvað fyrir því, að þú ert ung kona, eins og að verið talað til þín ákveðin hátt sem myndi ekki tala við kannski mann sem væri eldri? Ég á eina þannig minningu. Alla jafna myndi ég segja ekki. Alla jafna myndi ég ekki hafa að segja að við upplifa neitt þannig, en það var einn fundur sem að ég mun aldrei gleyma og það var svona gamli skólinn sem að var að reyna að selja mér einhverjar auglýsingar á einhverju skilti, þarna var ekki billboard ekki komið, þetta var svona bara, já, bara tréskilti og á einhverjum brjálaslegum kostnaði sem var á engan hátt réttlætanlegur og ég var svona, já, ég ætla aðeins að hugsa þetta og bara takk hérlega fyrir, ég ekki alveg skotað þannig að passi við þær áslutbreytingar sem við erum með núna og hann tók, vina, ég þekki eigandann. Já, þú ekki bara tala við hann. Já, og ég trúði ekki hann skildi vera að segja þetta, ég var búin að heyra svo mikið af svona sögum og ég mun aldrei glemja þessu, ég var bara, nei, það er ég sem ræði þessu og ég er bara búin að taka okkur, þetta gengur ekki, við ætlum ekki að stunda viðskipti við ykkur og svo var ég bara hvað ef hann er bara besti vinnu en ég meina, þú bara talar ekkert svona. Nei, þetta ekki. Ég kalla mig vina. Já, vina, það var þarna strax og ég man hver ég sat, ég man alveg eftir þessu og en alla jafnum myndi ég segja ekki, kannski var ég bara það jákvæð og fannst það gaman að lífinu, ég tók bara ekkert eftir því sem er líka bara allt í lagi, en ég meina, það misti ekki einhver áhrif á mig og ég var ekki fann ekki fyrir því að hafa verið eitthvað sett niður eða skoðanir mínar hafa ekki verið mikil svirtar og aðrar, alls ekki. Og það er gott að heyra. Já, það er ógeðslega gott að heyra. Af því að þú ert alveg einstök að vera svona ung í svona, stór hlutverki. Já. En áttu eitthvað svona eitt uppáhaldsverkefni herferð, eitthvað sem þú gerði hjá Dominos? Eitthvað sem setur svona... Sko, við alveg mörg sem koma, við gerðum rosalega flotta endurmörkun á megavikunni á sín tíma og hún reyndar ekki í því útliti í dag en við gerðum Óskapizza þjóðarinnar sem ég held að sé herferð sem er ennþá í gangi svo var það
við fórum í mikið af svona samstagsverkum með mikið af flottu fólki. Annað sem við gerðum, við fórum hluti af Dóminus-deildin var hann aðalstuðningsaðili Íslensk körfubolta og við tókum 2 æðislegar herferðir með þeim og það var ein herferðin sem fór bara það langt að hún var í samstæði við UN Women og þar sem að körfuboltaleikmenn voru að lesa upp niðrandi ummæli sem svona þekkist oft í klefunum og annað og konseptið var einhvern veginn þannig og svo sögum við þeim að þeir gátu ekki lesa þetta var það niðrandi og þeir bara svo ég get ekki sagt þetta í myndavél og en það var svona en þetta sagt í klefanum og þetta sagt við konur sem eiga á erfiðum stundum. Þessi herferð fór mjög langt með UN Women og endaði í New York þar sem að Emma Watson kynnti inn herferðina. Nei? Jú, og ég var endur ekki á staðnum en það sögum þetta frá UN Women sín tíma og ég var, ok. Það sturlað. Já, það var ótrúlega skemmtilegt og hann var svona mikið af, það var bara mjög margt sem við gerðum, það ábyggilega meira sem ég mun eftir. Æ, geggja. Og hvað tók svo við eftir Dóminus? Já, ég fer síðan það í fæðingarorlof og fann það bara strax ég svona eftir 6 eða 7 ári Dóminus ég svona, ég var búin að fá rauninni það sem ég vildi út úr starfinu. Og það tók bara mjög erfið ákvörðun að segja upp sem að ég hafði fengið þá annað boð og það var hjá Bíóeffekt. Það sem það sem að Líf Bergþórs var nýbúin að taka við og var að fara í mjög spennandi vegferð og ég var bara mjög til í það og þarna, og ég hefði aldrei alltaf bara unnið á innlendumarkaði þannig að þarna fikk ég tækifæri til að vinna fyrir íslenskt vörumerki á erlendumarkaði sem var brjálæðislega mikill skóli og en svo þegar ég byrjaði þá bara byrjaði COVID og Bíóeffekt náttúrulega stórt eins og segja á erlendri grundu og þarna kom bara mikið af áskorunum en ég held að hugsa að þetta hafi verið rauninni bara rosalega mikill skóli og bara mikill skóli í bara aðlögunarhæfni og að taka ákvarðanir en það sem gerðist líka var það að rosalega margir voru það heima hjá sér og mikið að fjárfesta í húðvörum og þannig að það var náttúrulega rosalega spennandi tíma að vera þá að vinna í þessum geira. Ég man ekki, var ekki auglýsingin annað, þú veist, þegar tala að Icelandair selji svo ókslega mikið að Bíóeffekt í bara þú veist í vélunum. Var ekki auglýsingin þar sem þetta var Bíóeffekt auglýsing þar sem þær voru basic flugfreyjur. Hvernig var þetta? Jú, það passar, jú. Þetta er bara svo þegar þú byrjar að tala um þetta, ég bara, varst þú að vinna þá? Já, passar. Það var mjög svona önnufríð kótið auglýsingi. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var svona bara hugmynd sem fættist innan hús og var bara rosalega skemmtileg og þarna var líka bara, þú veist, nýrfósturinn, nýjar áherslur, taka smá sjensa, þú veist, þetta er bara rosalega mikil samkeppni sem ríkir á ísnirtvöru gerðum og húðvöru gerðum, Bíóeffekt náttúrulega með rosalega teknískar vörur og þú veist, þannig að við vildum líka kenna og educata, þú veist, neytendan vörurnar og virknina á þessum frábæru íslensku vörum en þetta var rosalega skemmtileg vinnst, það er alltaf bara flestir með doktorsgráðu sem vorum að vinna með okkur og bara, þú veist, bara vísindastofa á skrifstofunni, þannig að þetta var svona smá uppeyja frá Dominus. Já, trúi því. En þetta var rosalega skemmtilegt. Og þaðan fór ég til Play og var fyrstumaður markaðsmála þar. Hvað varstu lengi á Bíóeffekt? Ég var í 3 ár eitthvað þannig. Já. En segja svona í COVID árum, þú veist, það eru 5 ár. Eða skilur þið, það er eiginlega eitt venlegt ár, í COVID er svona 2 ár. Já, algjörlega svo hægt. Já, hver einstu dagur. Og bara allt annað einhvern veginn að tækla og fara yfir og bara Og bara hverjum degi voru eitthvað nýjar breytur. Og já, ég fyrir þaðan síðan til Play, fórstuðumaður markaðsmála þar, annar ótrúlega skemmtilegu skóli og þetta var bara svona tækifæri sem bauð sem ég bara gat ekki hafnað og frábært starffólk sem var að vinna með mér þar og við vorum bara, það var bara einmitt, það var einnig svolítið svipað og með Bíóeffekt, það var svolítið svona nýr dagur, nýjar áskoranir því ég man að fyrsta daginn sem að ég hóf störf kom innrásinn á
í Úkraínu sem var hræðilegt og auðvitað fluggerinn ekki fórnarlambi í því en auðvitað bara fylgdi þetta mikla áskorunir og þurfti að breyta rúslega mörgu, þú veist það var herferð sem átti að fara í lofti sem við bara lokum strax og annað en já, rosalega líflegur og skemmtilegur tími hjá Play og þaðan fer ég sem sagt til Nova Sirius, það sem ég í dag. Já, Play, var það búið að vera lengi í gangi þegar þú byrjar? Ár. Í ár, já. Ok, ekki. Svona, já, ég held ég hafi fagnað ársamælinu þegar ég var þar, eða tvekir, þetta svona, já. En það voru, þú veist, fyrsta Ameríkuflugið var þegar ég á þeim tíma sem ég var hann og svona mikið af svona stórum milestones á þessu flotta fyrirtæki sem bara við söknum öll, sko. Ria Peaks. Já, það var gott að hafa samkeppnina, en þetta rosalega flókin. Maður finnur það alveg og þar samkeppni núna, sko. Já, klálega. En þetta var bara mjög lífrætt og skemmtilegt brand, svona brand sem var svona distribute, eða svona að augra markanum sem var rosalega gott og bara mikil skóli, sko. Geðveikt. Og þann ferðu það sem þú ert í dag. Já. Hvað ert í dag? Herðu, í dag ég framkvæmdastjóri markaðsviðs hjá Nova Sirius. Já. Og sem rosalega skemmtilegt starf. Þar ég líka að leiða vöruþróunina og sitja í framkvæmdastjórn og bara að borða nammi. Geðvikt. Eða svona, meðal annars. Já, þú bara að fá þess með nammið þetta. Já, og það er rosalega skemmtilegt kannski ekki margir sem vita það að það eru 2 svona angar af rekstri Nova Sirius, sem annars vegar eigin framleiðsla sem þar vörur sem bara við elskum og þekkjum og páskaegg og konfekt og nóg kropp á 1 sett og trítlar og allt það, en svo við líka stóri innflutningi með sterk vörumerki eins og Pringles og Kellogg's og Ballerina takk fyrir Gautborgarkeksin og Smash og Bubs og fleiri, þannig að það rosalega skemmtilegt að fá svona þessar 2 hliðar af rekstrinum og 2 svona, þau mismunandi svona sjónarhorn af þessu. Það bara skandall að við séum ekki að bjóða upp á Ballerina. Ég með mig degið í töskunni. Eins gott, þú veist allt okkar hinum einn, sko. Akkurat. Við hefum átt að vera búin að setja þarna turnu upp og hafa. Á nýjungunni, Ballerina Brownie sem að koma. Akkurat. Rosalega gott, mjög spennt að fá það. Já. Þannig að þetta alveg rosalega skemmtilegt starf og bara rauninni, þú veist, það var bara það þegar að þetta starf bauðst, þetta var svona bara át og já. Og það sem ég fundið svona bara í gegnum lífstíðina að þú veist, það var alls konar boð komið og svona maður oft verið að velta fyrir sér, maður stendur okkur tímútum, nú ég kannski svolítið stopp hér, hvað langar maður að gera næst og ég hef tekið alls konar samtöl í alls konar mismunandi áttir og það sem ég segja, áttir mig sem bara fljóta því, bara heyrðu, ég held að mér langi að fara í eitthvað svona átt en fatta síðan strax, nei, þetta ekki ég. Hvernig tekur þú svona ákvörðun? Hvernig veistu bara að þetta rétt að þetta ránt? Það bara innsæð. Það rosalega sterkt. Það gött. Já. Það og ég hugsa bara með mér líka þegar ég kem á einhvern staði í einhverja aðstæður, sé ég mig fyrir mér að vera hérna, geti ég lagt svona contribute eða eitthvað sterkt til félagsins en á sama tíma veit mér ánægju, það skiptir alltaf lykilmáli líka og bara öllmáli en það bara þannig tilfinningin, ég hef alveg verið komin með samning sem ég bara fór að skrifa undir og hugsa bara, nei, hvernig ertu að plata? Þú mynd deyja þetta. Það að finna þá tilfinningu við að bara skrifa undir. Veistu? En maður eitthvað svona, nei, þetta ekki fyrir mig, þú veist, þá verður maður bara... Maður verður að hlusta á það, sko, 100%. Það svolítið þannig, því að það starf sem þú ætlar að vinna í, það engin annar að fara að gera það fyrir þig. Nei. En auðvitað þarftu það ekkert alltaf gaman í vinnunni allstað, það bara þannig og stundum þarf að vinna þig upp og þú veist, sérstaklega þú ert að byrja og þú ert að koma þér af stað þá það bara þannig að þú þarft svona að taka á þig bara alls konar verkefni en því fylgir alltaf ykkur lærdómur. Algjörlega, ég svo sammálaði. Já, þannig að herrlega hár rétt. Þannig að þú búin að vera núna þar hjá Nóa, hvað? Verða 2 ár núna haust. Það byrja 3 ár mitt þar, þannig að það búið rosalega skemmtilegt, búin að vera
náttúrulega rosalega gaman að taka þátt í eins og vöruþróuninni og við erum bara í miklum áherslubreitingum á vörumerkinu sem að ég vona að fólk að tekja eftir en það er líka bara rosalega gaman að vinna og bara ég finn fyrir það bara fylgir mikil ábyrgð að vera með vörumerki sem með yfir 105 ára sögu og allir Íslendingar hafa einhverja sterka tengingu við eitthvað vörumerki hjá Nóa Sirius og ég tek því bara alls ekkert léttvægilega, það er alls ekkert sjálfsagt og mér svona finnst bara, bara ber skylda bara viðhalda því og halda þessum góðu stundum og byggja þá komandi kynslóðir með þessar góðu tilfinningar sem margir aðrir hafa og þetta er brjálega skemmtilegt starf, mjög dýnamískt þetta og við erum sem sagt í markaðsdeildinni erum með 2 feiknasterka markaðsstjóra sem eru þá einbeitt sér annars vegar að Nóa Sirius og hins vegar að innfluttu vörumarkinum okkar og svo vinnum við allt rosalega mikið innanhús, við vinnum mikla hugmyndavinnu innanhús og erum með brjálaslega öflugan grafískan hönnuð sem að býtir allar umbúðnar og annað. Þannig að við erum oft svona eins og bara lítil ölsingastofa. Þó við vinnum líka alveg með ölsingastofa. Já. Gaman. Svo ertu líka mamma. Já, akkurat. Ég á 2 yndislega drengi, 3 og 6 ára. Já. Þannig að þeir eru... Það er partí. Já. Og það er ekkert mikill slagsmál hvort þú vilja koma í vinnandi mömmu eða pappa á starfstöðum, sko. Já, nei, ég get ímynda mér. Ég veit ekki hvað maðurinn gerir, en ég get ímynda mér að þú vinnir það. Já. Hann er bara að vinna í Borgartúninu, það er kakóstilling á kaffivélinni, en þú veist. That's about it. Já, það er svolítið þannig, Nóa Sirius það trampar, sko. Það er líka alveg, þú veist, nammibarðarnar, sko. Já, það er alveg nammibarðarnar, sko. Rétt, og það var alveg áskorun þegar ég byrjaði þetta. Bæði sko þegar maður lappar í Nóa Sirius, þú finnst þú veist að vera framlega bara... Já, sem súkkulaði lykt eitthvað, já. Og þannig að ég bara, hvernig á ég nú að vinna þessu? Ég er algjör nammigrís. En það er eitthvað. Svo bara venst þetta. Ég meina, þú kannst inn hjá Dominos, þú... Ég vinn alltaf í ykkur svona bara þetta er bráðlega skemmtilegt en þegar ég var hjá Bíóeffekt þá var ég að vinna það sem setja með krem það var líka svona gott jafnvægi á móti já. Algjörlega, og svo ferðast með blei og allt þetta akkurat það er svona allir geirin, það er skemmtilegt þú veist, roster ef maður má segja það þetta er alveg rosterinn algjörlega, og það er skemmtilega við það er að þó að sem mismunandi vörumerki og mismunandi áskorunir þannig þá er svona margt sem að er sameiginlegt og margt sem að þú veist, tengist hvort þau eru sko. Og þegar þú varst yngri, þú veist, helstu að þetta yrði, þú veist bara ég ætla að vera, ég veit þú veist að pæla lögfræðin en þú varst svona yngri, sástu eitthvað með fyrir bara að vera orðin markastjóri, svona ung, þú veist, þegar bara svona, þegar ég maður reyna að spyrja svona maður sér alveg mun á fólki, sumt fólk horfir á billboard og pælir í svona bara frá ungum aldri á meðan aðrir gera það ekki heldur þú hafi verið svolítið svona að pæla í marketing frá þú varst yngri? Góð spurning bara ég auðvitað býr maður einhvern veginn að þessu sko en ekkert endilega ég var ég ætlaði að vera hörpuleikari Ok, bara love it. Skemmtilegt. Það er aldrei seint. Jú, og ég fór í píanónám, ég var alveg ömuleg og æfði mig aldrei og bara nei. Kanntu á hörpu? Nei. Ég held að það var eitthvað svona barnahobby, skilur. Nei, ekki neitt og ég veit ekkert af hverju og þetta er alltaf, mamma rifur þetta alltaf upp, ég ætlaði að vera hörpuleik og ég veit ekkert hvaðan það kom og nei, það er ekki draumur sem að ég syrgi í dag. En nei, ég veit ekki, þú veist, auðvitað bara maður kannski, þú veist, með skoðanir bara á sínu og þú veist, að einhverju leiti, þú veist, vill bara hafa, bara sterkar skoðanir á, þú veist, hvernig hlutir líta út þannig, en það sem að ég held að hafi haldið mér í þessum geira svolítið það að markaðsmál eru svo skemmtilega að því leiti að þú ert að reyna á svona 2 heilakól eða þannig, þú veist, þú ert með viðskiptafræðina sem eru, þú veist, gagnandrifnar ákvarðanir, svona markmiðasetningu og alls konar þannig og svona bara business-hliðina en svo ertu líka með creative-hliðina, þess að skapandi hugsunarlið, þú veist, þannig að hérna ertu með verkefni, einhver áskorun við erum að missa markaðshlutdeild í þessum flokki og þá er hvernig ætlar að finna skapandi leið til þess að koma laga það. Já, þetta er það sem við tala um á TikTok, þú veist
þú getur verið svona marketing girly eða svona marketing girly. Þú getur verið marketing girly with the numbers og tölvuna, svo getur verið marketing girly with the sparkles og bara Hvor heldur þú sérst meira? Ég algjör blanda þarna milli, sko. Og ég bara verða að vera það, ég bara það í starfi mínu núna. En ég finnst alltaf ótrúlega gaman að taka þátt í skapandi hlutanum og taka þátt í hugmyndavinnu og annað, en það skiptir rosalega miklu máli að vera gagnadrifin og vera að fylgjast með því sem að bara hvert verkefnið en það náttúrulega bara þannig á Íslandi, þá erum við bara rosalega lítið, það styrkur okkar líka, við fáum svo víðtaka reynslu með því að vera svona lítil og ég finn það bara bæði hafandi starfað mikið með alþjóðlegu markaðstildum, bæði í núverandi starfi þar sem við erum innflutningsaðili margra sterkra vörumerkja og líka bara þegar ég var hjá Play og hjá Bioeffect, að við Íslendingar erum ótrúlega heppin með það að við verðum við fáum svo víðtaka reynslu eins og áðursæði, og en úti þá þetta miklu meira þannig að það eru sérfræðingar í einhverju ákveðnu nýstæmi, hversu ein aðili sem bara að sjá útlit á bara e-mail marketing og svo annar sem bara að sjá þá textan e-mail marketing og þetta bara einn angi og risastóru 360 gráði markas kyslu, en ég meina hérna á Íslandi þá fáum við svo mikið tækifæri til þess að snerta á öllum snertiflutum og auðlast svo víðtaka reynslu og það svo ótrúlega mikil styrkur og bara gott fyrir okkur. Þannig að ég myndi segi ég væri, blanda af báðu, en ég trúi því að þú ert að vinna í markaðsmálunum þá eiginlega verðuru að vera gagnadrifin og þú verður að skilja reksturinn og því að sterkt vörumerki fyrst og fremst góð vara eða góð þjónusta og svo vörumerkin sem byggir sinn ón á það. Þetta alveg góð punktur, sko. Maður þurfi, og ég held líka að tala um hvað heppin, við erum líka ógeðslega heppin að vera svo lítil þjóð að það líka, auðvelt að sjá svona trendin myndast og fara á þau, skilja, og meðan þú kannski með marka þess að Bandaríkinu, það sem eru svona 3000 mismunandi trend í gangi, það eru allir að pæla mismunandi hlutum, þannig að það svo þægilegt kannski hérna að geta hoppað á hvað sem en ertu svona manneski í dag, eða bara frá því að þú byrjar, sem pæli núna bara í, þú sér bara auglýsingu, ef þú sér billboard, já, ég alveg bara það, allar nýjungar það verið ekkert fram með mér, ég alveg búin að sjá allt og ég eiginlega bara hættuleg í umferðinni, ég bara og það að fara í verslun í dag tekur mig svona 8-10 mínútur þú veist að því ég alveg að skoða hvert einasta vörumerki og skoða framstillingar og þannig og mér finnst það alveg rosalega skemmtilegt og ég sé það líka en það rosalega mikið í okkur út af því að svona vörumerkja bara tryggð og vörumerkja vitund bara frá bara barnesku algjörlega. Ég finn það bara á drengjunum mínum þeir sjá auglýsingar á útviskiltum og þeir vita hvað vörumerki þetta þannig að bara byrja rosalega snemma og ég held að fólk átti sér kannski ekki endilega á því og svo finnst mér líka bara rosalega gaman með neytenda hegðun, þetta rosalega stórt og flókið viðfangsefni hvað færði til þess að kaupa vöruna því ég meina eins og bara með Nóa Sirius það eru rosalega margir sem að fara í verslun og ætla kannski bara gaggert ekki að kaupa okkur því að það bara, ég ætla ekki að kaupa nammi í dag ekki nammi í dag, ég gera það og það svo margir svona þættir sem spila þarna inn í þú veist, hvort sem það staðsendingin umbúðurnar, verðið bara það svo margt og þannig ég minnst rosalega gaman að pæla í þessu og pæla í umhverfinu, þú veist, pæla í af hverju fólk tekur okkur við erum ekki taka ákveðnar ákvarðanir hvort sem það stefnumótunar ákvarðanir eða listranir eða svona kreatív. Áttu ykkur uppáhalds auglýsingu sem þú hefur gert? Hún kemur núna í júní. Ok, spennandi. Ok, það bara uppáhaldið. Já. Oh my god. Það bara þannig. Já, þetta verður kannski verður þessi þáttu komin út þegar hún fyrir loftið en þetta er besta sem ég hef gert. Þetta ótrúlega flott og velunnið og á bara markastildin mikið heiður skilið og ég hlakka mikið til að sína þannig að sorry,
Já, allt við En jú, það alveg margt líka annað skemmtilegt. Já. Og það líka margt framöndan, það alltaf eitthvað framöndan. Sko. Eitthvað sem að þú manst eftir sem ekki komið út? Nei, sem komið út, meina ég. Svona uppáhalds, já, nú þegar. Sko, náttúrulega bara, eins og áður sagði, þú veist, þannig að frá Dominos tímunum, ég var líka, það var rosalega gaman að taka þátt í vörumerki uppbyggingunni og svona rebrandinu sem var því á Bioeffect, náttúrulega vorum við rosalega öflugan, og er ennþá með öflugan forstjóran sem er svona mjög markastengjandi, annað líf, þar sem við tókum bara rosalega stóra stefnumbreytingu á vörumerkinu og fórum í ótrúlega flottar vörumyndatökur og umbóðbreytingar og annað þannig. Það er mikið hjá Nova Sirius sem við þykir rosalega væntum, bara hugmyndi eins og svona hugmyndir sem fara líka alla leið, þú veist, eins og bara jólinn þá kynntum við móla með mjólk og appelsínfyllingu. Já. Þetta var hugmynd sem að ég reyndar bara fékk og ég var nýbyrjuð þarna og hjá Nova Sirius og þetta var eitthvað svona hugmynd sem ég fékk eitthvað svona hátíðisverði þar sem við tala vöru þróun og konfektið þess eðlis, þetta er rosalega svona fast í hefðum á mörgu leiti og á sig bara stóran sterkan aðdáendahóp, en það er samt líka kannski að einhverju leiti einhverju endurnýjun, einhverju svona búið til einhverju spennu og þetta er sem sagt, fæði þessa hugmynd á föstudegi og hún er einhvern veginn ennþá góð á mánudegi og fer með henni í vöruþróun og ég er með henni eina pælingu og hún er svolítið skrítin og svolítið ólík bara Nova Sirius en kann bara móla með malt og appelsínfyllingu því að malt og appelsín er þessi eðlis að það er ómissandi hluti af jólunum en Nova konfekt er líka ómissandi hluti af jólunum og að tengja þetta saman. Súkkulaði og appelsína hefur svona löngu verið búin að sanna sig og svona það er brandpanel sem passa saman og malt er í raun og verið bara karamella þannig þetta meikir svona smá sens og þetta tekið svona vel í þetta og svo fórum við í Ölgerðina og þau tóku svona rosalega vel í þetta og bara var hann komin á markað og seldist svona brjálaslega vel og hann bara seldist upp bara á einni helgi og við fórum og þau vorum í framleiðslu á auka mólum og þannig að það var rosalega skemmtilegt verkefni sama með bleikakroppið sem við gerðum í fyrra það var sumakropp sem við fórum þarna voru við í fyrsta skipti að vinna með smakkhóp Nova Sirius hefði alltaf verið með smakkhóp sem var rauninni þannig að við sendum vöruna út heim til einstaklingana en við gerðum breytingar á smakkhópnum þannig að núna er smakkhópnum hann kemur til okkar bara í hús og úr því var þessi vara til, þannig að þetta er svona vara sem var til svona af tekin ákvörðun með gögnum, með prófunum frá hlutlausum neytendum sem vissu ekki hvað voru að smakka og svo tókum við bara líka róttaka breytingar með útlit pokans og annað og fyrir utan kroppi sem við komum með núna sumakroppið, þannig að bíokropp með piparbrjóðsykri þá var þetta mest successful Nova Crops lansið. En núna erum við búin að toppa okkur sem er aðeinslegt sem líka. Það er líka gaman. Já, það er mjög gaman. Þannig að það er svona mikið af verkefnum sko. The best is yet to come held ég sko. Það er perfekt. Það er mjög, það verður spennandi að sjá. Ég verð að spyrja með smakkhópin. Hvað eru margir í þessu smakkhóp? Það eru 60 manns. 60? Já, 6.000 manns sem sóttum. Já. Og hvernig völdu þið? Herðu, það var... Þú góður að smakka ekki. Nei, við tókum reyninni, sko, þetta var, við auðlýsum, við fórum bara mjög gamaldags leið með þetta, við auðlýsum þetta bara á samfélagsmiðlunum okkar, þannig við eittum reyninni 0 krónur í markaðsfé, notum síðan bara almanna tengsl og PR til þess að auðlýsa eftir fólki. Fólki þarf að haka við að það kæmist upp í hestháls til okkar þannig þarna varstu strax búin að narva þú veist þetta er rauninni þá aðilar sem eða þá aðilar sem er út á landi sem bara tilbúin að keyra sko og fórum og svo bara fengum við þá þessar 6.000 umsóknir sem var alveg langt frá væntingum en við ákveðum að reyna að velja bara mjög fjölbreyttan hóp bæði með til kyns, aldurs, þjóðernis og fleira.
Þannig að nú erum við bara með, þennan blandaða hóp og hann náttúrulega svolítið lifandi, þú veist, við erum alveg ennþá svolítið að bæta í og það ekki, líður eiginlega ekki dagar þess að ég fæ ekki spurning smakkhópinn, sko, hvort að það sé ekki að komast í smakkhópinn og þau komment sem við fáum alltaf þegar við erum með smakkhóp getum við hist oftar. Þú veist að fólk vil fá að koma aftur og það en þetta alltaf bara líka rosalega dýrmætt innsýn fyrir okkur algjörlega að fá svo flott svona að gera þetta algjörlega og það líka bara það ferði svo mikið snertingu við viðskiptavinin og því að viðskiptavinurinn okkar út í verslinum við erum ekki með beina sölu til viðskiptavina alltaf í gegnum þriðaðala þannig að það svo rosalega gott að fá þessa dýrmættu innsýn og vara sem við heldum kannski að við séum að okkur finnst bara flott kannski bara ekkert að viðskiptavinin kannski ekkert að tengja við það er líka rosalega gott bara að fá innsýn og við setjum okkur mjög háa standarda þannig að það bara ef þú ert ef að vara fær undir ákveðna einkunn sem við erum búin að setja okkur í skala ef hún fyrir undir þannig þá fyrir hún ekki markað þannig við erum bara gæði þetta er ábyrgðarstarf hjá spökkrunum það svolítið þannig það alveg þannig ég held þið líka að taka alvarlega sko þess ég alveg sé svona Facebook umræður eitthvað svona smakkara þau eru bara þau eru rosalega það var miklu skori, ég elska það er alveg þannig og líka ekki áskoðun sínum og eru og þetta er allt mjög ég ætla ekki að fara nýtt allt of djúpt í hvernig við framkvæmum þetta en við pössum alveg upp á það líka að það sé ekki hægt að einoka, þú veist þannig að það sé ekki einhver einn aðlis sem sé skoðanamyndandi fyrir hópin. Einmitt, já. Með ekki verið með ómögulega samskiptum. Nei. Það er svo jury duty. Já, það er eiginlega jury duty. Það er svolítið þannig. Og sem bara mjög skemmtilegt, sko. Já. Það er geggjað. En áttu þú einhverju uppáhaldsauglýsingu? Bara einhverju auglýsingu sem þú manst bara ekki eitthvað frá sem þú hefur unnið við. Bara áttu þú uppáhaldsauglýsingu? Ok, sko, mér fannst alltaf Coke-auglýsingin, það sem þú ert share a Coke with, þú veist, þetta er bara íkonísk auglýsing. Já, algjörlega saman. Og á þeim tíma sem samfélagsmiðlar voru líka, þú veist, á þeim stað sem þeir voru á þá, sem allir voru svo óhrættir að deila alveg öllum miðlum, þetta var bara brilliant og bara ég skil mjög vel að þeir komið með þessu auglýsingu aftur. Mér finnst Nova gerir alveg ótrúlega mikið af flottum auglýsingum, Æsland náttúrulega íkonist líka, þú veist, ég horfi rosalega mikið á íslenskan hóp út af því að íslenskan markað út af því að ég trúi því að þá séum við öll að spila á sama leikvelli. Það er rétt, já. Það er en ég geti haldið áfram, ég sko algjör auglýsingalúði, sko. Já, en þú ert líka í Ímark. Já, ég var í stjórn Ímark og hef verið í dómnefnd lúðusins sem svona auglýsingaverðlunin og það var rólega útrúlega skemmtilegt og frábært, þú veist, innsýn inn í bara, þú veist, geirun og fá bara svona, þú veist, Kringlan hefur líka verið að gera ótrúlega mikið af flottum guð, Smálund líka flott. Já, maður fyrir að líta að pakka, En ég held bara á Íslandi að við erum með rosalega öflugt markasfólk og við erum mjög markastengjandi, það var allir skoðanir á markasetningu vegna sem við erum á svo miklum örmarkaði þá líka við erum fljót hlutfallslega að fá dekkun á því efni sem við erum að senda frá okkur, sérstaklega við erum með velskilgreindan markup en þú veist, ég held að við séum bara rosalega við erum bara mjög, við búum bara að því að það er bara mjög skapandi og flott fólk hérna á Íslandi og ég meina, talandi vörmerki þá ég nú segja að þið var nú bara með eitt af sterkustu vörmerkjunum í ykkar flokki, sko. Það er bara þannig og ég meina, þú veist, og þið núna bara, þú veist, þekki það, nú ætla ég að fara að taka við til leikur en þið eru með algjörlega vel skilgreindan markup, þú veist, hjá ykkur og þið eru með svona estetik eða svona bara vörumerki sem að þið veitir nákvæmlega hvað er og farið ekkert í samstarf með hverjum sem er og þannig hugsa vörumerki líka þú veist, við Nóa Sirius tengir sér ekki hver sem er, það verður að
make a sense. Já, algjörlega. Við djókað með það, ef við gætum trademarka lit, þá myndum við trademarka blikan. Þá myndum við frá taka við eigum mann. Ég myndum bara segja þið eiginlega núna. Það alveg... Það á Íslandi kannski. Já. Við erum bara svo, ef við sjáum okkur bleikt, þetta... Nei, Is that us? Já. Hvað þetta? Það var með okkur. Akkurat, og það var líka alveg þegar við komum með bleiku kroppi, bara við verðum að heyra tilbúinu og Við kunnum að vita, sko. En það þannig, þú veist, og það það líka, þú veist, allt útlít hljóðheimurinn sem við erum búin að búa til og bara þið sem persónur, þú veist, þetta bara hrikalega vel gert hjá okkur. Takk. Og ég bara held ég tala þetta við ykkur áður, því mér finnst þetta bara algjörlega til fyrirmyndar og þetta líka ekkert sjálfsagt og þetta eitthvað sem bara sjálfsbrottið frá ykkur bara, það geðvikt. Wow, thank you. Man kann að mynda svona... Já, stórt hrós komandi frá þér. Takk. Já, það alveg. En að þið vorum líka að tala bara svona íslenska markaðin, ég held að það sé líka, þú veist, ég veit að við erum lítil þjóð og eitthvað svona, ég held líka að það svo augljóst að þú gerir eitthvað öðruvísi. Og það það sem að grípa maður svo oft þegar eitthvað íslenskt fyrirtæki finnur sér leið til að skara fram úr í markaðssetningu öðruvísi en allir hinnir þá það svo ógeðslega obvious þegar við erum öll einhvern veginn bara svona semi-oft doing the same things, það til bara svona það að kaupa billboard, það að gera þetta, það að gera þetta það alltaf svo augljóst þegar fólk gerir eitthvað svona aðeins öðruvísi, það skemmtilegt sko. Algjörlega, en svo það líka bara, þú veist það markmið vörmerkisins? Vörmerkið líka bara svo mismunandi stað og með svo mismunandi markmið, þú veist, það þurfa ekki öll vörmerki vera alltaf bara með flugeldasýningu. Nei, alveg, og ekki fyrir hvað allt skilur. Þú veist, maður skilur að þetta sé svona inn á milli og það gaman þá, þegar maður tekur eftir. Algjör, og ég elska það, sko, mér finnst ótrúlega gaman, þú veist, bara herferðin sem Íslandsbanki kom með Rúrik, ég menna, þú veist, ég var bara í símanum allan daginn að fara með, þú veist, hérna í spjöllanum með vinkunum mínum, bara tala þessa herferð, þú veist, það var í svona marketing vinkunur sem nenni að hlusta á eitthvað svona pælingar og þannig en svo það sem líka bara rosalega mikilvægt að skilja að það eru ekki öll fyrirtæki sem að þurfa að vera með einhverja virka samfélagsmiðla stefnu og það kannski bara passar þeim ekki og fyrirtæki er miklu frekar að gera sem þið gera vel heldur en að reyna að vera allstaðar að reyna að vera eitthvað hoppa á öll trend og þið kannski bara passa það bara ekki fyrirtækinu 100%. Nei, þegar ég held að við séum, já. En líka að því, það alltaf space til að gera eitthvað svona mistök, skilur. Manst þú eftir að gera eitthvað, tekið eitthvað ákvörð svo bara, nei, þetta ekki þess þið vildu, skilur. Birta elskar að koma mjög erfið að spurninga. Já, sorry. Nei, það bara... Þetta þið hug on the spot, en þið settu þær, en þetta bara allt inn kom til mín. Nei, mér finnst það æðislegt. Ég bara sko, það alveg fullt af mistökum sem maður hefur gert og eitthvað sem hefur ekki virkað, þú veist, þá það kannski alveg bara þá sölutölur sem styðja þá við það eitthvað sem hefur ekki náð þá einhverju flugi og þá hefur það bara, feit pæling, gekk ekki upp, höldum áfram en það var ekki verið neitt eitthvað risastórt klúður, þannig sé. Nei. Ekki ennþá. En þú veist, ykkur segi það var ég bara alveg til í það, sko. Ég held að það sé svo mikið lærdómur af því. Og ég man þekki þá, þú veist, góða sögða sem að var einu svona upptakað í gangi á risastórum sjónvarpsþætti, það sem að hljóðmaðurinn klikkaði. Og sem hann hlustaði á það sem að var að segja frá sér sögu og viðkomandi gerði aldrei sem ég stund eftir. Ég veit nákvæmlega hvað það tala og það er bara svo, þú ert núna the most valuable starfsmæður og því þetta mun aldrei gerast aftur. Nákvæmlega. Þú ert búin að klúðra svo stóru, ef ég rek þig þá getur ég bara fengið einhvern annan og hann mun kannski klúðra svo, þú mun aldrei gera aftur. Algjörlega. Og bara ég, þú veist, sem yfirmaður starfsfólks, þetta líka það sem ég vil, þú veist, að fólk skilji, þú veist, það alveg í lagi að gera mistök og við lærum það bara af þeim. En ekki í neinu fljótu bragði sem ég man eftir eitthvað svona risa klúður, þú veist, auðvitað bara eitthvað sem að, þú veist, eitthvað birtist á röngum degi og eitthvað þannig, það bara bregðist maður hratt við, en maður kannski fara að hendi eitt gott klúður. Já, það ekki. Komið tími til. Það er alltaf komið tími til fyrir það. Átt þú eitthvað svona fyrirmyndir í markasheiminum, þú veist, sem að þú horfið til, eða? Já, ég hlusta náttúrulega rosalega mikið á hlaðvörp, ég er búin að þróa algoritmum minn þannig að hann er mjög svona markasþengjandi, stuff about advertising er rosalega skemmtilega miðl þess að ég sækja mikið innblástur en
hérna á Íslandi þá eru bara rosalega mikið af markaðsfólki sem ég horfi til og ég hef líka bara passað upp á það að ég ekki alltaf að horfa á beinu samkeppnina, þú veist, þegar ég horfa á samkeppni heldur bara, þú veist, þegar ég var hjá Dominos þá sagði ég, við erum að horfa á Nova sem samkeppnisala út því að þeir eru líka í þjónustu eins og við erum í þjónustu. Já, einmitt. En að einhvern svona einstaklingum sem að ég horfi mikið upp til, ég bara fara eftir að byrja, sko. Þú veist, ég var fisk eftir svo einu. Ég var fisk eftir sem myndi segja Kim. Kim er guð. Af því að Anna Freyja ekki bara góð líka markaðsmála, hún pæli líka í Kardashians. Já. Einmitt, það ekki margir sem veit það, við erum í Kardashian-grúppu saman. Akkurat. Jú, Kim er náttúrulega algjör drottning og það allar. Ég held að Kris sé mesta drottningin. Já, það ekki? Hún er markas, já. Hún er bara svona framkvæmda stjóri bara, markasviðs. Já, basically, hún er bara svona, því ég held að þær séu allar með geggja marketing brains, skilur fá geggjaðar hugmyndir og maður sér það bara eins og með Skims, bara Kim hoppar á hvert einasta og líka bara vinsæla mannesku, þá er það bara, maður sér bara að kemur ykkur leikari, þú verður næstu Skims-félýsingu. Trending þættir, bara Skims. Love it. Og það er líka samt, hún hefur líka gert fullt af mistökum, hún var, þú veist, með eitthvað svona trimmit, eitthvað svona það sem hún var með eitthvað svona, selja eitthvað svona Herbalife duft, og hún var með eitthvað sketsjera skó sem að svona liftir upp til að gera rassin eitthvað stærri. Hún hefur gert alls konar mistök líka sem er líka svo gott. Bankakortin sem við gerðum. Bankakortin. En líka bara með Skims, það átti að heita kimono. Já. Það var allt bara hælið. Lansaði bara heilu brandi. Já. Og bara, allir voru bara auglýsing, bara pældi peningnum, svo það verður bara, já, ég verður að breyta. Ég er bara verða að breyta. Rosalegt. Það er rosalegt. Ég mynd var að koma frá Washington, þar sem ég svona sá bara, hérna er ég með, nýbúin að panta frá Skims, þú veist, á hótelið, fór í Skims-búðina, keypti mér auðvitað fullt þar, sit hérna með Lemmy að borða próteinpappið hjá Klóð. Þú veist, ég tók bara alla system, bara, sorry Rob, ég keypti ekki sokkana, en fyrir menn þá að kaupa þessu sokka. Nei, sko, ég reyndi að kaupa þessu sokka fyrir ekki á löngu síðan, fyrir svona 2 árum síðan reyndi ég að kaupa þessu sokka, því að bara, það þarf eitthvað að fara að supporta hann að mann smá, sko, og það var bara aðeins að hjálpa til. Andjóks. En, nei, ég var að gefa Sunnu jólagjafir og þemað var The Kardashians, þannig ég var að gefa henni bara Kardashian gjafir, þannig að langaði að gefa henni Arthur George sokkana líka. Ég gat ekki keypt þá. Nei, þú veist, ég bara til Íslands eða? Nei, það var bara svona heimasíðan bara basically virkaði ekki. Það var ógeðslega skrítið. Já, það er mjög spes. En já, þú veist, þær eru náttúrulega bara svo geggjaðar og líka, þú veist, Kylie líka, en þú veist, hún hefur líka verið bara Kylie Baby sem bara kom og fór. Kylie Swim, minnum þetta því. Já. Vá, ég var búin að gleyma Kylie Baby. Já. Það var eitthvað svona Hún gerði allt bara það var svo fyndið. Því að Kylie Baby kemur sko út þegar ég er sko nýbúin að eignast stemplu og ég er svona, ég er þinn fullkomnasti markhópur. Ég er bara nýbúin að eignast barn og ég er your number one fan, en samt ég var ekki seld. Og ég er svona, hvað er off? Það var bara, að því hún var líka búin að gera Swim. Það var ómikið, það var orðið streina að græða öllum bara markhópum, skilur, það var svona, maður var svona, jæja. Og Kylie skin var heldur ekkert eitthvað allt of vel séð. Nei, nefnilega ekki. Og það var svo skrítið að fara út í Kylie Baby þar sem þú þarfst að vera bara helviti vel séður og alltaf að fara að setja eitthvað á barnið þitt, sko. Það er þannig og líka bara, þú veist, markhópurinn hennar var, þú veist, make-up, þú veist, það voru ekkert held ég, þú veist, miklu yngri gerir ég ráð þegar það voru ekkert byrjar að eignast börn og pæla í þessu. Hún er alltaf 19 ára þegar hún er ólétt, bara, þú veist, það er ekkert, hennar hópur er bara ennþá að pæla í make-up, skilur. Það er alveg þannig og ég menna, þú veist, en svo líka bara Kim, ég menna breytingin á henni, ég menna þegar hún var að byrja, þegar ég var markastjóri Dominos, þú veist, og þá var Kim bara inn í, þú veist, svona alltaf svona geðt þröngum kjólum, svona wrap einhverjum kjólum, bandage, einmitt og hann förðurinn alveg út í hött, sko, og það er rúslega fyndið að horfa á fyrstu seríurnar og horfa í dag bara munurinn, sko, þú veist, hann, já, hún er náttúrulega alltaf the icon, sko, og já, ég, hann, og það er allar, sko, mér er þarna ógeðslega gaman að fylgjast með þeim og, þú veist, tek bara virkan þátt þegar að spjalli byrjar, bara hvað að vera hjá þeim, sko. Ég held að það sé líka bara partur af, í alveg nefn, bara ef maður er með eitthvað svona smá
bara áhuga á marketing, þá eru þær bara, þá svo gaman að fylgjast með þeim, af því að þær eru bara allar í sínu, þú veist, þess að Chloe bara gefa podcastið, þú veist, henni augljóslega vantaði bara hlustendur, sko. Með að tala Tristan? Já. Herðu, já, ég er ekki búin að hlusta. Ég er búin að hlusta út allt. Það er eitthvað í þessu eða? Þetta er góð þáttur, sko. Þetta er mjög fýtt þáttur og þau fara ekkit onni í þetta neitt í gritti, skilur. Ég veit ekki. En þú veist, en það er samtalið svona, þú veist, já, þú gerði mistök, en hann er ennþá bara svona smá eitthvað svona, þú veist, ég held að hann haldi ennþá í endan að þau muni enda saman. En þú veist, þetta er samtalið, ég mæli samtalið með að hlusta á þetta. Já, mér langar að hlusta á þetta. Gaman að heyra smá dýnamíkina, sko. Og hún er með að spyrja bara svona, þegar menn segjast sjá eftir þessu, bara hafa gert mistök, er það þeir gera verknaðin eða er það eftir hann? Hann bara, neður eftir alls, sko. Já, hann er náttúrulega alveg, hann er náttúrulega bara alveg. Það vantar alveg eitthvað mikið að hann, sko. Já. Og það er svo oft sem maður er verið að horfa á þættina og er eitthvað djúpt í þessu, þannig maður er bara svona, þetta er svo skriftað, skilur, hvað meinar þau? Segðu bara, þú veist, gefa okkur meiri innsýn, þú veist, að næja þetta. En það sem er svo með, þú veist, vörðan þeirra, er að þær eru góðar, þú veist, eins og ég sagði áðan, skilur, þú veist, það er bara gott verðmerkið, bara ef með góð vörð og góð þjónustu, það er bara grundvöllurinn af öllu, þannig að þess vegna held ég sé líka þessi feiluðu verðmerkið sem að þær hafa gert, og segir bara þær, þú veist, bara, þannig er að það vörum ekki sem góð, þú veist, eins og Lemmy eru bara góða vörur, þú veist, og Skims eru bara frábærar vörur, þú veist, ég er bara, þú veist, alveg misgóðar alveg, þú veist, ég er prófað misgótt, en þú veist, ég er í öllu Skims núna hérna. Já, bara number one fan. Fórum í Skims núna í New York, í stóru flagsibúðuna þeirra, þá fekk ég samt svona smá tilfinningu, bara, er þetta bara að verða þessu H&M eða eitthvað, skilur? Já, Þeir eru komnir með alltaf mikið að einhverju, þú veist, það var bara skór og einhverju töskur og þú veist, þetta var alveg bara svona, já, þú veist, bara, svo bara venjuleg bólur, bara svona off-shoulder bólur en ekki, þetta var bara svona of mikið. Hún er með útsölu núna og það er allt á útsölunni. Já, það var einmitt það sem ég var úti líka, það var það, þú veist, svona einhverju cargo pants og eða eitthvað svona, sem voru. Já, þú þurfa aðeins að halda sér í sínu, þar sem hún er með, ekki vera að fara bara í allt og ykkur trend og eitthvað, veist hvað ég meina? Já, í sammála, þú þarf ekki að fara mikið, en þú talaði líka að því að þú veist, það er ekki langt síðan þú varst í Skimsbúðinni og þá bara fækstu, þú veist, water bottle sem var svona, þú veist, mikil persónulegur þjónusta og það er leiðilegt að þú ætla að fara að kötta á það til þess að búa til fleiri vörur, frekar haldi í þjónustuna og hafði færri vörur. Pókarnir voru mikil meira svona, þú veist, gæði, maður fekk vatn þegar maður mætti og það var alltaf ykkur að tjekka á manni og með stærðir, þarna stóð maður bara, það var bara hafsjór og fólki. Ég bara náði ekki að tala við, þú veist, og það var bara engin, bara þjónusta í rauninni, ég var bara að leita sjálfa öllu, skilurðu. Þú veist, það er glata, sko. Já, að því Skims á að vera svona aðeins meira high-end heldur en þú veist þessar hinnar sjoppur, skilur. Algjörlega. En mér fannst eins og Coke-brandið, þú veist, með Nike, mér varst að tala um make a sense. Já, það mikið þú veist, og ég held að Nike hafi líka rosalega mikið þurft á þessu að halda. Já, ég er sammála, nú vorum við að labba bara New York og maður sá bara, þú veist, búðaglugga og maður bara, er það Skims? Að þau var kynna alltaf bara í öllum Nike-vestunum. Maður bara, já, ok, þannig að þú veist, samstarf var miklu stærra fyrir mér þegar ég fórum út og við sáum þetta bara í hverju einustu Nike-vestlun. Já, þetta er meira svona Skimsi komið í Nike. Já. Í staðin fyrir öfugt, það er öfugt, svona eins og North Face og hérna Skims og allt þetta, það er alltaf svona, hún er að selja það. Er hún að selja líka Nike? Já, hún er, ég held það, já. Okay. Já, ég keypti Nike, þú veist, í Skimsbúðinni. Já, ok. Og þú veist, en ég held að þetta hafi verið strategist move hjá Nike að, þú veist, stækka sig út af því að, þú veist, það er alltaf bara ótrúlega áhugavert að pæla, þú veist, í íþróttageiranum og íþróttafatnað hún þurfti að líka, sko. Hún gerði íþróttaföt fyrir nokkrum árum, það var fyrstu íþróttafötin hennar, við keyptum það, já. Það var hræðilega sem ég prófa. Hrikalegt, sko. Þannig að þegar hún bara, ég var komið sportl og var svona, ekki þú reynir. Þetta er alltaf miklu pening í fokkin drast. Þetta er algjört drast og bara, þú veist, og hún líka, hún rókst að fyndi þessu og horfði ógeðslega mörg viðtöl við hana núna fyrir Nike-samfæri og hún bara, við höfum aldrei farið inn á þetta. Shut up, girl, I bought it. Já, en hún er bara að láta það fokkin deyja, sko. Og bara eignaði þeirra frekar. Segðu bara hérna, ég gat þetta ekki án þeirra. Já, nákvæmlega, þú veist, það styrkir bara miklu meira samstæði. Og því, þú veist, það er kannski fólk að nóti sem skilur sem að fóru og keyptu hitt og þú veist, er það bara vonsvikinn og þú veist, það er ekkert allir það loyal fans sem að bara trista síðan aftur. Nei, nákvæmlega. En ég veit að þetta er ógeðslega áhugavert, en ég er alveg sammála, þú veist, það þarf að halda, þú veist, það þekkja vörmerkið þitt og
ég held, þú veist, líka með, þú veist, Kylie og snirþurlínuna, ég held að það við líka, þú veist, hún var á rosalegu flugi og svo einhvern veginn núna bara, ég veit ekki, þú veist, maður fyrir á flugvöllinn og sér, þú veist, Kylie Lip Kits og það ekkert eitthvað örtröð að fólki að... Einmitt. Hún meira einbytt sér að ylfunum núna. Ég held að það sé að koma inn vel hellinga pening fyrir hana, sko. Já, veistu það, þetta vist bara eitt stærsta bara þarna úti, þú veist, fyrir stjörnur, þú veist, þetta bara ylvats bara þetta fólk að móka inn að þessu það er rándýrst að kaupa ylva rándýrst og þú þarfst alltaf meira og ódýrst í framleiðslu en pælirinn líka, þú veist, hvað styrkur þeirra er, þú veist, að það eru kannski mestmægnis að ölsa sig í gegnum samfélagsmiðla eða neytinu og þannig og þú ölsa ylvatn, þú verður vara sem þú þarft þetta er erfitt, þú getur ekki pantað þetta online eða þú veist, þú ert alveg að treysta manneskinu að bara þetta er góð lykt, ok, skilur og ég minna, þú veist, við getum allar þrjár verið með sömu lyktina en það myndi allt, þú veist, lykt öðruvísi og þannig, þannig þarna er líka bara tröstið og styrkur, þú veist, hennar bara sem persónu og sem vörumerki, sem er bara brjálaslega mikið. Og fólk er líka svona að kaupa þetta bara smá sem merge, bara já, ég vil lykta þessu Ariana Grande. Algjörlega. Þau halda allir að, hún noti þetta, skilur, eða þú veist. Einmitt, og ég meina, einhvers staðar, heyrði ég, þú veist, eins og Paris Hilton var eitthvað að lansa, þú veist, 20. ylvatninu sínu. Þú veist, hún er bara, já. Þetta er bara money making machine, sko. Þetta er bara þannig. Eigum að fara, svona áður en við kveðjum í spurningarnar. Fara í spurningar. Ertu tilbúin í það? Þetta eru erfiðar spurningar. Geðvikt. Þannig að, Nú erum við að opna þetta komið í. Má sjá. Finnur þetta? Svo það er að finna, sorry, þögnina. Sko, ok. Ok. Hvernig líður þér að við séum feitasta þjóð í heimi og þú að vinna hjá Nóa áður Dominos? Þetta er þess að brútal spurning. Þetta er geggjur spurning. Mér finnst það æði. Herði, sko, allt er gott í hófi. Og það segja það allir engaþjálfarar að þú ætlar að kötta allt út, þá nærðu engur mánuði. Þú veist, þú bara fellur. Já. Þannig að þegar þú ætlar að trýta þig, þá ættu að gera það vel með gæðavörum frá Nóa Sirius og Dominos. Já, gott svar. Þetta er mjög gott svar. En finnst þér þú eiga hluti í þessu vandamáli? Þú partur vandamálinu. Ég er vandamáli. Nei, markmið viti. Nei, allir kunnislega, þú veist. Markmið okkar er bara búa til góðar gæðavörur og það er það sem við gerum og eins og að segja, þú veist, þú ætlar að trýta þig, gerðu það vel og gerðu það, já, með gæða súkkulaði, ég meina uppskriftinu Nóa Sirius hefur ekki breyst í 105 ár af súkkulaðinu, þannig að þetta er staðið með íslensku þjóðinni. Það er alltaf lægi að leifa sér aðeins. Ég meina, Nóa Sirius er búin að vera til hérna í 105 ár og við erum ekki búin að vera feitasta þjóðin 105 ár, þannig að það er kannski einhverju aðra hluti sem er að inni. Ok, við vorum að, þú veist, fólk hérna segir, við vorum að googla þig og það kom upp endalaust af ótrúlegum fréttum. Hvernig stendur á því, ertu með eitthvað blaðamann on a payroll? Já. Ég hef alveg frétt þetta. Ég hef frétt þetta. Já. Já, nei, alls ekki, sko. Þú er bara borga allir fyrir að skrifa með endalaust. Hæ? Já, hefur ekki heyrt það? Þetta er sagan. Þú bara, þú veist, þú lítur að mest umskrifaðasti markastjóri landsins. Er það ekki? Jú. Nei, ekki alveg. Nei, þarna... Nei, ég myndi ekki segja það. Ég er auðvitað ekki með neitt blaðamann on payroll. Það meikar samt alveg sens að því að þú veist, marketing, fjölmiðlar. Já, þú ert alveg PR. Já, þú gætir alveg verið með eitthvað. Já, nei, ég hef bara verið í þau skipti sem að blaðamenn hafa haft samband, þá hefur verið bara þannig að þarna ég hef bara metið, þú veist hvort að umfyllun sé satt, mikið sens eða ekki. Já. En nei, ég hef ekki svo gott. Nei, ok. Þú veist, ég var alveg til í sjálf bara og vera on a payroll, já. Já, þú veist, að fá bara að vita hvaða tengslu ert með og
þú veist, það geti hjálpað okkur tilbúðin alveg heldur mikið, sko. Já, ef við getum fengið frétt fyrir hvað sem er Já. Ég held að gera það, sko. Nei, nefnilega ekki, sko. Nefnilega ekki. En við hefum alveg þurft meiri, þú veist, sem er live show okkar. Já, það er gott, sko. En hefur það alltaf langa að verða áhrifaldur? Er það draumurinn? Er það draumurinn? Það voru svo spurningar frá þeim. Yeah.